Þarna ómikill munur fannst þér kannski á milli hálfleika hjá ykkur, eða? Já, það var ómikill munur á milli hálfleika hjá okkur, það er alveg ljóst. Hvað gerist í seinni hálfleik? Hvað gerist? Mér fannst við kannski fullfljótir að verða órólegir, fullfljótir að fara flýtt okkur og kasta allir frá okkur. Við erum bara mjög góð og við refsum okkur alveg miskunnarlaust þegar við vorum óskilsum. Þið voruð að gera hlutina rosalega flott og vel í allan fyrir hálfleikinn orðnast. Já, ég meina, við þurfum það ef við ætlum að breyka haukana og mér fannst að ganga mjög vel í 30 mínútur. En svo eins og ég segi, svo þegar svona leið á seinni hálfleikinn og þeir náðu ykkur 2-3 mörkum, þá urðum við óskilsami. Og það er bara hlutir sem þurfum að laga. Þetta skrifa þá og menn voru kannski að flýta svona mikið? Já, menn voru kannski að flýta sér svolítið mikið og það skrifaði ýmislegt en svona skrifaði á það. Það voru talsverðar tafir svona á leiknum, ef maður tekur alla tafir með, allt út af stimpingum og dómararnir voru að tefja eða svona stoppa leikinn til þess að fara við málum með leikmönnum. Hvernig leit þetta út fyrir þér? Þetta bara leit út fyrir mér sem bara góður og eðlilegur handboltaleikur. Við erum komnir í undanúrslit, það er mikið í húfi sem liðið eiga sér sögu og við erum klárlega að koma heimavöll hjá langsterkasta liði landsins og erum að stríða þeim og það er eðlilegt að leikurinn verði fjörugur og flottur og ég sé svona ekkert aðra eftir það. Dómgæslan góð? Já, hún var bara mjög góð, heilt yfir mjög góð hjá þeim. Þetta er alltaf þannig að það er einhverjir dómar hér og þar sem maður kannski ekki sáttur við og það er bara mjög eðlilegt og partur af leiknum. Þeir dæma svona sinn fyrsta held ég alveg leik bara heilt yfir fínt. Ég fer allavega ekki fjölmiðla að velja þetta, það er alveg svona. Mikil vinna framöndan fyrir heimaleikinn? Já, klárlega, ég meina eins og segi, við erum að spila við Lambastel Jóhannsins og við þurfum að leggjast það sér við kannaleik og við þurfum að laga helling ef við ætlum að bryggja þess og við gerum það. Fyrrum eiginmaðurinn Hákon, hann var erfiður? Hákon er bara frábær handboltamaður og ég sakna hans mikið og gjarnan vilja að minnst ekki hafa hann í Haukum í dag. Nei, takk. Takk fyrir það.